Þannig að við ætlum að demba okkur í orð Guðs og margir hugsa alltaf að við erum búin að lofa Guð og við ætlum núna að fara að læra en ég horfa á þetta sem einn sama hlutin. Það að syngja hversu góður Guð og það að læra hversu góður Guð er lofgjur á sama hátt. En við erum að fara að demba okkur í vers, þannig að ef þú veist ekki hvernig kirkja við erum, þá förum við einfaldlega í gegnum Biblíuna, sem svolítið æðislegt, út af því að það kom upp umræðuefni sem ég myndi aldrei velja ég myndi aldrei svona ákveða, ég ætla að tala þetta í dag, eins og 3 ára afmælið okkar sem var í seinustu viku, þá hafði ég aldrei ákveðið að tala kynferðislega synd, en það versin sem kom upp og við dílum við það, þannig að það er æðislegt að gera þetta, finnst mér, og þetta vendar mig frá ykkur. Það að segja að þeir alltaf koma til mín og segja, heyrðu, þú ert alltaf að tala peninga eða gjafmildi eða, að halda, Gunni, ertu að fara að kaupa nýja einkaþotu eða hvað er að gerast? Nei, þá er það ekki málið, það er bara einfaldlega út af því það eru versin sem fylgja því sem við vorum að tala og þetta vendar ykkur frá mér, það er að segja, ég segi ekki alltaf að tala eitthvað fluff og marshmallows og skí, heldur við vitið að það sem ég er að tala er einfaldlega það sem Biblían talar næst. Og versin sem við erum að fara að demba okkur í er svolítið svona vers sem eru átakanleg að því leytinu til að þeir sem eru frjálslyndir í guðfræði sinni vilja eiginlega helst losa sig við þessi vers eða umbreyta hvað þau þýða og þeir sem eru mjög íhaldsamir í guðfræðinu sinni sem ég myndi flokka mig en það er svona ákveðin flokkur innan þeirra sem þetta er eiginlega bara svona hljómar oft eins og þetta sé bara þeirra uppáhaldsvers að þau vilja tala þetta endalaust. En það sem ég hugsaði þegar ég las þessi vers er hefur einhverju verið búðum það sem að foreldrar segja við krakkana sína heyrðu, við sláum ekki annað fólk eða fara inn á leikskóla, við erum að aðlaga Sigurós núna og þá eru fullt af foreldrum sem segja Sigurós, við deilum okkar leikföngum eða eitthvað leis og það er ekkert merkilegt við það svo sem nema fyrir það að þetta er alltaf sagt þegar að gæinn var að slá annað fólk eða hann neitar að deila leikföngunum sínum eða hvað sem það er þá eru foreldrarnir svona að kasta út sín fyrir ég vil að þú sért svona persóna. Ég vil að þú sért persóna sem deilir leikföngunum sínum og sem slær ekki annað fólk og hvað sem það er. Og í þessum 11 versum sem við erum að demba okkur í dag, þá lesum við 3 atriði þar sem að Páll er að segja við kirkjuna í Korintu, mig langar að þeir séu svona. Þannig að það eru 3 punktar sem að koma upp í textanum í dag og eins og með foreldrarna sem segja við krakkarna sína við sláum ekki annað fólk eða við deilum okkar leikföngum að þá er hann ekki að gefa þessa punkta út af því að kirkjan í Korintu er svo fullkomin heldur einmitt út af því að hversu ófullkomnir þeir eru og hversu lélegir þær hafa verið í að halda þessa hluti. Og mér langar að við lesum þessi vers, þessi 11 vers í 1. Korinthubréfi 6, 1-11. Hér segir getur nokkur yðar sem hefur sök á móti öðrum fengið af sér að leggja málið undir dóm heiðinna manna, en ekki hinna heilugu. Eða vitið þeir ekki að hinir heilugu eiga að dæma heiminn, og ef þér eigið að dæma heiminn, eru þér þá óverðugir að dæma í hinn minnstu málum. Vitið þér ekki að við eigum að dæma engla, hvað þá heldur tímaleg efni? Þegar þér eigið að dæma tímaleg efni, þá kveðið þér að dómurunum menn sem að engu eru hafðir í söfninum. Ég segi þetta ykkur til blygðunar, er þá engin vitur til á meðal ykkar, sem skorið geti úr málum milli bræðra. Í stað þess á bróðir mál við bróðir og það fyrir vantrúum. Annars er það nú yfirleitt galli á ykkur að þér eigið í málaferlum hver við annan. Hví líði þér ekki heldur órétt? Hví læti þér ekki heldur hafa af ykkur í stað þess að hafa rangsleitni í frammi og hafið að öðrum og það að bræðrum? Vitið þér ekki að ranglándir munu ekki Guðs ríki erfa? Villist ekki, hvorki muni sörlöfsmenn, né skurgóðadýrkendur, hórkarlar, né kynvillingar, þjófar, né ásælnir, drykkjumenn, lastmælir, né ræningjar Guðs ríki erfa. Og þetta voru þér, sumir ykkar. En þér leitið laugast, þér eru helgaðir, þér eru réttlætir fyrir nafn Drottins Jesú Krist og fyrir anda vors Guðs. Þannig að það er merkilegt að þegar ég les 1. Korinthubréfið þá þarf ég reglulega að minna mig á að hann er að skrifa til ákveðið fólks sem bjó á ákveðnum tíma á ákveðnum stað. Og við erum að tala ástæðan fyrir þetta heitir Korinthubréfið og þetta er skrifað til kirkjunnar í borginni Korintu og fólki bjó í þessari frekar ríkri borg og við vitum ekki hvaða deilur eru að eiga sér stað á milli safnaðarmeðlima en það eru einhverjar deilur að eiga sér stað og þeir eru að fara með
deilunar sínar frammi fyrir dómurum í borginni til þess að leysa upp málin sín. Og málin sem komu upp voru líklegast leyst á stað í Korintu sem heitir Bema. Þannig að þetta eru rústirnar af gömlu Korintu og það sem þú sér þarna er svið og það stendur eiginlega bara og er opið beint upp á strætin í Korintu. Og þetta var það sem að dómari var og þeir kváðu upp dóma yfir ýmsum málefnum. Hefur einhver séð, þú veist, þessu Judge Judy, veit einhver hvað þættir Judge Judy er? Kannast einhver íslenskur, hefur einhver íslenskur vita á hver Judge Judy er? Ok, þessi bjó í Bandaríkjunum. Allavega, Judge Judy, Dr. Phil er svona svipaði þáttur. Hvað er annað? Það var einhver brjálægur þáttur, það sem að fólk var alltaf bara slagsmál í hverjum einasta þætti eða eitthvað. Þetta var alveg klikkað þáttur. Man einhver hvað þáttur ég er að tala um. Það sem að tekið svona fjölskyldumálefni. Ég var að reyna að googla hann í vikunni. Eina sem við gæti Jerry Springer. Vá maður, Jerry Springer og svona þáttur. Þetta er þættir sem ég hef aldrei skilið út af því að þú ert í rauninni skrifandi samning að segja, heyrðu, ég ætla að koma með allan minn óhreina þvott fyrir framan fullt af myndavélum, tala um mjög vandræðileg málefni og leyfa fólki að horfa á mig til gamans heima hjá sér og með það borða popp og drekka kók eða eitthvað. Ég hef aldrei skilið hvernig það fær fólk til þess að koma og segja frá hvað er að gerast í sínu lífi fyrir framan 1.000.000 manns. En þetta eru mjög vandræðaleg moment oft og náin moment en það sem ég hugsaði um það þegar hann var að tala um þetta, þá var hann líklegast að tala um svona einhvers konar fyrstu aldar útgáfu af Jerry Springer. Eða kannski meira Judge Judy út af hún var allavega dómari og Jerry Springer var bara eitthvað svona gæi sem var að leita eftir að gera þætti. Þannig að þeir líklegast voru að koma með vandamálin sín í kirkjunni á þennan stað í Korintuborg sem heit Bema og þar var fyrir allan söfniðin og fyrir alla Korintuborg að vita hvað var í gangi í kristnu kirkjunni og þeir voru að rífast málefni sín á milli og hvað annað. Og það sem, ef þú hefur áhuga að lesa til dæmis að Páll Póstuli, hann var að ferðast mjög mikið og fór meðal annars í Korintu og hann var dreginn fyrir þennan dómstól í Póstulasögunni í 18. kafla, vers 12-17, ef þið viljið lesa það heima hjá okkur. En þetta var opið svið fyrir alla að sjá og allir getur heyrt hvað var í gangi í kristnu kirkjunni og hvaða vandamál voru að eiga sér stað og hvað annað. Og það sem er sorglegt er að við lesum um þetta og við lesum um að fólk í kristinni kirkju var að rífast og hvað annað. Og við þurfum ekki að ímynda okkur hvernig það er. Það er eiginlega það sorglegasta við það. Það sorglegasta við það er að þetta er ennþá vandamál í kirkjunni í dag. Fólk er að rífast, fólk er að rífa hvort annan niður. Flest allar kirkjur sem byrja út af því að það voru fólk í kirkjunni sem voru ósammála hvernig teppið ætti að vera á litin eða hvernig stóla ætti að kaupa eða hver fengi að leiða lofgjörðina eða hvað annað. Kristna kirkjan er ennþá mjög góð í að rífast sín á milli. Reyndar fyrir Guðs náð hef ég ekki upplifað mikið af því í okkar kirkju ennþá, en eftir því sem við vöxum þá verður pottið einhver ágreiningur á milli og það vantar það sem að margar syndugar manneskjur eru komna saman í eitt herbyggi að þá verður ágreiningur sem á sér stað. Og það eru ótrúlegustu hlutir sem hafa splundrað kirkjum og byrjað nýja kirkjur og sjálfur þá til dæmis kem ég úr kirkju þar sem að rétt eftir að ég fór úr þeirri kirkju þurfti að kalla á lögreglu á safnaðarfund. Þannig að, þú veist, og það fóru þetta í fjölmiðla og þú veist, ég kom úr kirkjunni þar sem að ágreiningurinn var ekki bara leystur fyrir utan kirkjuna, ágreiningurinn var leystur með því að skrifa greinar hvert annað og taka blaðamannaviðtöl hvort annað. Og þetta var fyrir allt Ísland til að sjá. Þetta var skömm ekki bara fyrir fjölskyldunum mína sem var mestmegnis í þessu öllu saman, ekki bara fyrir kirkjuna, þessa sérstaka kirkju sem ég kom úr, heldur var þetta skömm fyrir kirkjur yfir höfuð og fagnaðarerindið yfir höfuð. Og Páll, sem hann er að gera í þessu bréfi, hann er að skamma Korintamennina fyrir að geta ekki leyst málin sín á milli. Frekar hann að leitast eftir því fyrst og fremst að vera ekki nafni Kristi skammar, þá hugsa þeir eins og allir aðrir í kringum sig. Og þegar þeir stóðu fyrir framan Bema og fyrir allir í borginni, þá sáu allir að þeir kristnu hugsuðu nákvæmlega eins og allir hinnir. Og hver er munurinn á okkur og þeim? Eini munurinn á okkur og þeim er að þeirra Guði með annan nafn. Og hann kallar á að kirkjan sé kirkjan. Og það er þessi 3 atriði sem við ætlum að fara í dag. Það er punktur númer 1, hann kallar á að kirkjan sé kirkjan. Númer 2, hann kallar á að þeir séu heilagir og annars konar samfélag.
Og númer 3, hann kallar á eftir því að þeir munu hvaðan þeir koma og hverjir þeir voru. Þannig að fyrsti punkturinn hann kallar á að kirkjan sé kirkjan. Páll ekki að predika sína eigin hugmyndir heldur en að predika hugmyndir Krists. Þannig að ef við lesum til dæmis Mattheus og Guðspjall 18. kafla sem ég er ekki að fara að láta hér upp á, en það eru vers 15-17 og þá Jesús búinn að leggja fram uppskrift á því að í rauninni að segja ef það kemur ágreiningur á milli kristinna manna þá það svona sem að við höndlum ágreiningin. Númer 1 að þú fer til persónunar sem að bögga þig, sem þú finnst að hafa brotið á þér og þú talar við hana. Og ef sú persóna iðrast og biðst fyrirgefninga og þú fyrirgefur þá eru eignast bróðin og þetta hættir þar. Ef persónan neitar að hlusta þá tekur 2-3 aðra meðlimi í kirkjunni með þér og tala við persónuna. Og ef hann neitar að hlusta þá tekur þetta fyrir í samnæðarfundi og spurtur henni hver hefur rétt fyrir sér og ef einhver neitar að tengjast hinum eða sættast að þá þarf kirkjan að ákveða ok, ef við neitum að sættast, getum við þá sagt að við erum að fylgja fordæmi Krists sem hefur sætt okkur við sig. Þannig að kirkjan þarf að ákveða þetta. Og Páll, hann minnir kirkjuna á í Korintu í rauninni þar sem hann talar að þið að dæma heiminn. Og ef þú ert ekki búin að kynna þér Biblíuna rosalega mikið, þá er þetta svona rosalegri kristnir hrókafullir. Að halda að þeir eigi eftir að dæma heiminn. Og þannig að ég held að það eru 2 mismunandi skoðanir á þessu. Ein skoðunin sú að á endatímanum þá munum við sitja með Drottni og við munum dæma samkvæmt orði hans. En svo önnur skoðunin sú að við eigum að horfa á heiminn og við eigum að skoða hvað er rétt. Hvað er það sem við eigum að elska? Hvað er það sem við eigum að líkast? Hvað er gott? Og það sem Filippibréfið 4:8 segir þetta. Að endingu bræður, allt sem er satt og allt sem er göfugt, allt sem er rétt og hreint og allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það. Og þannig að þeir eiga að geta haft vit til að dæma þess mikilvægasta í þessum heimi. Hvað er gott, hvað er slæmt, hvað er rétt og hvað er hreint, hvað er elskuvert, dygð og lofsvert. En umfram það, þá minnir hann Korintumenn á að kirkjan á líka að dæma engla. Og það þegar það kemur að því að það aftur tvennskonar viðhorf þar, stöndum við með Guði og dæmum engla þegar að heimurinn kemur undir lok, eða stöndum við með honum í dag og dæmum engla. Og ég held að það sé það seinna. Í 1. Jónasbréfi 4:13 þá segir hann hér: þér elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Því margir falsbómenn eru farnir út í heiminn. Af þessu getið þér þekkt anda Guðs. Sérhver andi sem játar að Jesús kristinn Kristur kominn í hold er frá Guði, en sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hann er and Kristsins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Og þannig að rök Páls er í rauninni þessi: ef okkur er treyst fyrir því að dæma á milli þess mikilvægasta í heiminum, hvað er gott og hvað er slæmt, hvað það sem eigum að gefa okkur undir og annað, og við eigum að dæma falskenningar og falsspámenn, af hverju getum við ekki dæmt þessu litlu málefni sem koma upp í kirkjunni? Þegar ágreiningur á sér stað, þegar rifrildi eiga sér stað, getum við ekki leyst þau málefni. En samt segir Biblíun okkur að við eigum að vera að leysa í rauninni að vita strax hvað er gott og hvað er slæmt. Hvað andi er frá Guði og hvað andi er ekki. En ástæðan fyrir því að þetta er svona mikið stórmál er út af öðrum punkti okkar í dag. Að Páll kallar kirkjuna til að lifa sem heilagt og öðruvísi samfélag. Og því miður í gennum tíðina þá eru margir sem eru búin að misskilja hvað það þýðir að vera heilagt samfélag. Það eru til dæmis þeir sem að hafa aðskilið sig alveg frá heiminum. Það er að segja eins og Amish-fólk. Hefur einhver kynnst Amish-fólki eða lenda í Amish-fólki. Þetta er fólk sem að býr alveg frábrugðum frá öllum öðrum. Það býr til sinn einn mat, það notar enga tækni og það er bara svona, vill ekki lifa í samfélaginu yfir höfuð. Og það eru margir trúa að þeir eru að gera það, að það sé það sem þýðir að vera heilagur og öðruvísi samfélag. En að vera heilagur og aðskilnir, að vera heilagur og öðruvísi samfélag, þá er ég að tala að vera heilagur og öðruvísi samfélag í hugsunarhætti og lifnaðarhætti. Að kirkjunnar verk er ekki að skilja eða aðskilja sig landafræðilega, út af því að við eigum að vera ljós og við eigum að vera salt í heiminum sem er deyjandi, sem þarf á ljósi að halda.
Þannig að ég ekki að leggja til þess að við förum öll í Mosfellsdal og kaupum okkur land og búum bara þar þangað til við deyjum. Heldur það að við eigum að vera öðruvísi fólk. Við eigum að hugsa öðruvísi og við eigum að horfa á hlutina öðruvísi. Við eigum að horfa á sannleika öðruvísi og við eigum að standa fyrir öðruvísi hluti. En merkilegt að Páll, hann ekki bara að skamma þá fyrir hvernig þeir höndla ágreining, heldur það að þeir hafi ágreining yfir höfuð. Eins og við sjáum í versi 7-8. Annars það nú þegar yfirleitt galli á ykkur að þér eigið í málaferlum hver við annan. Hví líði þér ekki heldur órétt? Hví látið þér ekki heldur hafa af ykkur? Í stað þess hafið þér rangsleitni í frammi og hafið af öðrum og það af bræðrum. Ég veit ekki hvort að einhver hafi upplifað þetta sem krakki að þú lentir í slagsmálum eða rifrildum eða hvað sem það og mamma lét þig biðjast afsökunar. Jafnvel þó að það var ekkert þér að kenna. Lenti ykkur í þessu. Kannski eru bara allir krakkar frekar sjálfréttlátir, en það voru oft augnablik þar sem það var svo augljóslega hinum að kenna og hann var búinn að biðjast afsökunar og mamma neitaði að leyfa mér að fara þangað til að ég var búinn að biðjast afsökunar og ég var svo fullviss að það var allt honum að kenna og ég ætti ekki að biðjast afsökunar. Og það endaði með því að hún lét mig biðjast afsökunar og ég var mjög ósáttur með það. En það sem Páll að gera hér að hann gerir það saman. Hann böggast ekki í þeim sem að braut á, heldur böggast hann í þeim sem að var brotið á og segir, hei, ef það var brotið á ykkur, af hverju leyfið ekki frekar að taka af ykkur? Af hverju leyfið ekki ef hann stal af ykkur eða hann borgaði ekki lánið tilbaka, af hverju gefið ekki frekar peningin frekar en að niðurlægja kirkjuna, niðurlægja kross Krist? Af hverju sleppur þið ekki bara? En á eftir þá þetta ekki hugmynd Páls, heldur þetta hugmyndin sem að Jesús Kristur kom með í fjallræðinu sinni í Matthíus 5:38-42. Þér hafið heyrt að sagt var, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi ykkur, rísið ekki gegn þeim sem gerir ykkur mein. Nei, slái einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreyta lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér 1 mílu, þá fari hann með honum 2. Gef þeim sem biður þig og snú ekki baki við þeim sem vill fá lán hjá þér. Verkefni kirkjunnar var og að elska óvini sína. Og það kannski eitt sem ber að hafa í huga þegar við sjáum einhver svona viðbjóð eins og til dæmis ISIS í heiminum í dag. Að hugsa hvernig á kirkjan að bregðast við, hvernig á kirkjan, eins og var eitt myndband þar sem var einhver kristinn einstaklingur að segja komið til Krist, snúðu ykkur til Krist, í staðinn fyrir að hóta þeim hvað við myndum gera við þá þegar við loksins næðu þeim og annað eins. Verkefni kirkjunnar og var að elska óvini sína. Og það sem merkilegt hér í versunum sem við erum að díla við í dag, þeir gátu ekki einu sinni elskað hvort annað. Þeir gátu ekki einu sinni fyrirgefið hvort öðru. Þegar við horfum með kirkjur í dag og við sjáum rifrildin sem að eiga sér stað og við hugsum, þau geta ekki einu sinni elskað hvort annað og fyrirgefið hvort öðru, hvernig eiga þau að elska óvini sína? Hversu auðvelt það að predika að elska óvini sína þegar það lítið þá. Þegar við erum ekki þá fólk sem í Sýrlandi og ISIS að hótast eftir að afhausa okkur. Þegar mestum vandamál okkar eru fyrsta heimsvandamál. Að ísskápurinn sé ekki nógu kaldur eða hvað sem það er. Það auðvelt að tala að elska óvini sína þegar það lítið þá og hversu auðvelt að elska hugmyndina að elska óvini sína. En geta svo ekki einu sinni elska hvort annað, bræður eða systur. Og í gullnu reglunni í Lúkasarguðspjalli 3:37 þá biður hann lána án þess að búast við einhver í staðinn. Þannig að Páll að minna Korintumenn á, verið öðruvísi samfélag. Hugsiði öðruvísi en gríska samfélagi sem í kringum ykkur. Látið ekki allt snúast hver réttur minn í þessum aðstæðum, heldur hugsaðu hvernig myndi kristinn einstaklingur hugsaði. Ljósi fagnaðarins ætti ég að haga mér einhvern veginn öðruvísi. Og geturðu ímyndað þér hvað þetta hefur staðið upp úr í gamla daga? Að vera samfélagi sem hataður á öllum, og þegar kristna samfélagi var hatað á öllum fyrstu 300 árin af kirkjusögunni, en samt að leitandi eftir því að elska allir.
Og það var hlátursefni allra en á sama hátt þjónandi öllum. Að vera kennt allt illt en á sama hátt að vera að leitast eftir því að vera blessun fyrir þjóð sína. Og ef þú færir þetta verið nútímann, getur þú ímyndað þér hvað þetta stæði út í dag. Að vera samfélag það sem að snýst ekki hversu mikið af peningum ég get fengið. Eða hversu margir að klappa mér á bakið eða segja gott hjá þér, Gunni. Að vera samfélag sem leitast eftir öðruvísi lofum, að fjarsjóður okkar sé ekki peningum eða bakkareikningum okkar, heldur fjarsjóður okkar í himnum, hversu öðruvísi og hversu mikið myndi það standa upp úr í dag. Það merkilega ég að lesa bækur sem eru skrifaðar fyrir kirkjur hvernig á að markaðssetja sig. Og markaðssetning kirkjunnar á fyrstu öldinni þau voru öðruvísi samfélag. Og fólk vissi, ef ég vildi hitta fólk sem hugsaði öðruvísi, sem var með eitthvað meira heldur en bara það sem peningar eða veruleg gæði gæti boðið upp á, þá gæti ég farið í kirkjuna sem var öðruvísi. Á sama tíma þá erum við í dag, við sama vandamál á þessu stað, við erum ennþá að rífast við hvort annað. Kannski eins og ég segi, Guð hefur blessað okkar kirkju að það sé ekki mikið vandamál ennþá. Og hversu oft í dag sér maður hvernig kirkjur haga sér og maður hugsar, hvað er svona öðruvísi? Hvað er svona mikið öðruvísi við þessa kirkju? Hvað er það sem aðgreinir þig frá einhverjum öðrum Íslending? Er einhver önnur pæling, er einhver önnur viðhorf sem aðgreina kirkjuna frá bara samfélaginu yfir höfuð? Samfélag sem horfir á eignir sínar sem gjafir frá Guði en ekki okkar réttur. Það er að segja að Guð blessar okkur með vinnu sem borgar mikið eða húsi sem við eigum eða bíl og við hugsum hvernig get ég notað þetta ekki bara fyrir mig heldur hvernig veit Guð að ég nota þetta. Samfélag sem snýst ekki að eiga það nýjasta nýtt eða flottustu græjur heldur að eiga raunverulega ást. Að jafnvel þegar það er brotið á okkur þá eigum við konung og fagnaðarerindið sem er svo miklu meira heldur en það sem við mistum. Ef ég lán einhverjum sem að borga mér ekki tilbaka, get ég sagt mig við það að ég á fagnaðarerindið sem er miklu verðmeira heldur en peningurinn sem ég er að missa eða eignin sem ég er að missa. Er einhver munur á okkar kærleika og kærleika allra annara í þessum heimi? Eins og Jesús segir í fjallræðinu, hverju skiptir það máli að við getum elskað þá sem elska okkur tilbaka? Það geta allir elskað þá sem elska okkur tilbaka. Getum við verið öðruvísi samfélag sem horfir á konung okkar sem var krossfestur og á krossinum að segja fyrirgefðu Faðir, þeir veit ekki hvað þau gera. Getum við hort á hann og sagt, herri, ég ætla að hugsa svona. Jafnvel það sem er að niðurlægja mig, ég veit að það er auðvelt fyrir mig að standa hér í dag og predika þetta. Það er kannski erfiðara þegar ég lendi í ykkurum á morgun sem er hundleiðilegur. Getum við gert þetta markmiðin okkar? Jafnvel þegar brotið á okkur, þá horfum við á konung okkar sem gaf okkur allt. Og Guð fyrirgaf okkur. Hvernig getum við ekki fyrirgefið? Hann kallar okkur, það sem er merkilegt við að vera kristinn, er ekki hann fann einhverja vel pússaða einstaklingu og sagði, heyrðu, ég þarf bara aðeins að vinna á þeim og þá eru þau orðnir heilagir. Ef þú þarft vitni það, getur að horta á mig og heyrt söguna mína, ég var ekki vel pússaður einstaklingur því ég kom til trúar. Eða flest allra henni. En það sem er merkilegt er að Guð, hann kallar til sín óheilaga, skítuga einstaklinga og segir, komdu til mín, ég ætla að gera þig heila. Og Páll minnir kirkjuna á, eins og í versi 11, þetta voru þið, sumir ykkar. Þið voru syndarar, sem minnir okkur á að trúargang okkar, hann hefst á mismundi stöðum. Og við erum að muna það, því fleiri sem fólk kemur og tekur trú í kirkjunni okkar, að ekki miða annað fólk við okkur og hvar við erum í trúnni, heldur miðar fólki við sjálfan sig og hvar það byrjaði og hvernig Guð er búinn að koma þeim á nýjan stað núna. Og sumir koma til kristinna trúar og það sem að þeirra synd er þoki og eigingirnd. Aðrir koma til kristinna trúar og þeir eru kannski til að morð. Búin að myrða eitthvað. Og svo merkilegt er og þeir eru kannski að hugsa, þetta er svolítið íkt hjá þér. Gæinn sem er að skrifa þetta bréf var að vinna við það að myrða kristna áður en hann var kristinn. Það er merkilegt. Við erum öll að byrja á mismunandi stað þegar við byrjum trúargöngu okkar. Og leið mér að undirstrika þetta líka, að lifa heilugu lífi, að leitast eftir að lifa
fyrir lög Guð sem hann hefur sett fyrir okkur ekki að vera þræll lögmálsins. Það sem er rangt að gera að horfa á lögmálið og að horfa á reglur Guðs og segja, þegar ég stend fyrir framan Guð, þá ætla ég að monta mig yfir því hvað ég náði að vera góður fyrir lögmál hans. Tilgangur lögmálsins og tilgangur reglna Guðs að benda á að við getum ekki fylgt lögmáli Guðs. Að ég þarf á frelsara að halda og þá að benda mér á Jesú Krist. En að segja, mér langar að vera meira heilaður í hugsunum, mér langar að vera eins og Jesús Kristur, basically að segja, þegar Jesús Kristur segir, komið til mín, að við segjum já. Já, ég skal koma til þín. Sama hvað það kostar. Og í seinasta lagi, þá minnir Páll Korintumenn á hverjir þeir voru. Og hann fyrir við listan af syndunum sem við erum að lesa hana neðst, og líklegast í nútíma samhengi, að þá aðeins ein synd sem stendur upp úr í listanum sem við lásum. Þannig að hann fer yfir 9 mismunandi syndir og það synd sem hann segir hórkarlar né kynvillingar. Líklegast ef þetta væri endurþýtt í dag þá þetta samkynhneigðir. Og það líklegast eina syndin sem stendur upp úr gagnvart öllum öðrum í dag. Og ég vil ekki einblína á þetta út af því að þetta engan veginn það sem textin snýst þessi ákveðna synd, en út af því að við búum í þessu samfélagi og út af því að það mjög mikil athygli látið á þennan punkt í kristinni trú, bæði innan kirkjunnar og utan kirkjunnar því miður, að þá búum við í samfélagi sem einblínir rosalega á þetta. Og í vestrænu samfélagum þá svona pólitískt rétt að fagna samkynhneigð, að fagna því að fólk öðruvísi og við fögnum, hvað heitir þetta? Fögnum því að hafa öðruvísi samfélag og ekki kalla þetta synd. En mér langar að undirstrika það að öll þessi orð eru rétt þýdd og Biblan segir að þessi synd. Og þegar ég átta mig á því að þegar ég prestur og fólk kemur til mín til að spyrja hvað Biblan segir, þá gef ég þeim það sem Biblan segir og það sem orð Guð segir, ekki það sem ég segi. Og ég er búin að rannsaka þetta mjög mikið, eins og ég segi, frjálslyndum guðfræðingum sem vilja losa sig við þessi vers og eru búin að koma með alls konar, já, þetta vitlaust þýtt, grískt orð og ef þú ert í þannig pælingum eins og Weinstein, Matthew Weins, að þá getur svarað öllum þeim spurningum á eftir. En þetta allt rétt þýtt og Biblan raunverulega telur þetta að vera synd. Og það sem mig langar að segja að ég kalla þetta synd ekki út af hatri eða lítilsvinningu varðandi samkynhneigðu vini mín. Og ég á samkynhneigða vini og kona mín á samkynhneigða vini og við elskum okkar samkynhneigðu vini. Og ég tel, það sem ég raunin að gera að segja að ég tel hamingju liggja í þeirri formúlu sem Guð hefur sett fyrir okkur. Því ég segi við samkynhneigðu vini mína að ég tel vera betri leið í rauninni. Það sem ég að segja. Og bæði kirkjan og LGBTQ samfélagið, það á íslensku? Það notað á íslensku? LGBTQ, allavega, samkynhneigða samfélagið, þau hafa gert mikið af villum, bæði kirkjan og samkynhneigða samfélagið, en aðal vandamál beggja aðila er í rauninni sama vandamáli, og það að kirkjan og samkynhneigða samfélagið hefur í boðskap sínum sagt það sem auðkennir þig í rauninni kynhneigð þín. Að þú ert bara kynhneigð þín. Það eina það sem samþykkir þig, það eina sem þú ert. Og þannig hafa báðir aðilar brugðist rangt við. Þannig að ef ég hitti einhvern sem svona að berjast fyrir réttindum samkynhneigðra að fá að giftast og annað eins og ég segi, ég tel það ekki vera rétt, að þá hugsaði strax, þú hatar mig. En það málið að ég horfi á einstakling og ég sé, þú ert miklu meira heldur en kynhneigð þín. Ég horfi á Friðberg og ég tala við Friðberg og ég hugsa ekki, Friðberg gagnkynhneigður og það það sem hann er. Það sem skilgreinir okkur miklu meira heldur en kynhneigð. Og það þegar að samkynhneigða samfélagi hefur gert kynhneigð að því eina sem skilgreinir þig, og ef þú ert ósammála því þá hlýtur að hata það fólk, að það einstaklega skilur ekki að samkvæmt biblíulegu skilgreiningu á persónum, þá það ekki það sem gefur þér gildi hvaða kynhneigð þú ert. Heldur það að þú sér skapaður í ímynd Guðs. Og það við öll. Og út af því að við erum öll sköpuð í ímynd Guðs, þá ber okkur að elska hvort annað. Og fólk fer að segja, við þurfum umbyrðarlyndi, þú ert að umbyrða mínar skoðanir, og það einmitt það sem við erum að gera. Að við þurfum að umbyrða og hafa umbyrðarlyndi þegar ágreiningur á sér stað. Þegar mismunandi skoðanir eiga sér stað. Og þannig að auðvitað leitistu eftir að vera umbyrðarlynd kirkja.
Og kirkjur hafa hort á samkynhneigð sem synd og líka gert mistök út af því að þau sjá ekki einstakling. Þau sjá bara synd með lappir labbandi inn kirkjuna. Þau sjá bara samkynhneigð sem synd labbandi inn og horfa ekki á þannig einstaklingur, eins og ég og þú. Þannig að við sem kirkja, við þurfum að passa okkur þetta ekki í þessa vellu. Að segja að það eina sem þú ert syndin sem þú ert. Heldur sjá einstaklinga sem eru að spyrja sömu spurningu og við. Díla við sömu erfiðu spurningar og pælingar og við. Og elska fólk, einfallega út af því að það er fólk. Út af því að það er persóna skapað í ímynd Guðs. En það sem er okkar út af því að þetta er svo langt frá því að vera aðalpunkturinn dagsins í dag. En ég veit að margar kirkjur myndu einblína bara á þetta. Ef við myndum tala þennan texta. Og ég veit að margir þeir sem eru svona samkynhneigð hjónabönd og annað eins, þau myndu einblína bara á þetta eða myndu lesa þennan texta. Þannig að mér langaði að taka smá til þess að takla bara þetta vandamál. En eins og ég segi, þá er það ekki það sem textin snýst um. Og ef það langar að tala meira um þetta, þá verður ég til hliðar. En hvernig bregst Páll við? Hann telur upp 9 syndir frá saurlífi, sem by the way þýðir að misnotkun á kynlífi yfir höfuð. Þannig að gagnkynlegt kynlíf fyrir utan hjónaband væri hluti af saurlífinu sem hann er að tala upp. Og fram á því að drekka sig fullan. Þessi listur er mjög víður og meira en það. Listin er ekki skrifaður til þess að nota sem sjónauka á grískt samfélag fyrir Korintumenn. Þetta er ekki gert til þess að þeir geti verið að gagnrýna samfélagið í kringum sig, heldur þetta spegill sem segir, þetta er það sem þið voruð. Þið voruð þessir einstaklingar. Þið lifðuð fyrir þennan hlut. Og þegar hann segir, þessir munu ekki Guðs ríki erfa, þá er hann ekki bara að segja, bara þeir sem fremja þennan list af syndum munu ekki Guðs ríki erfa. Heldur hann að tala um það að allir sem lifa fyrir sína synd, munu ekki Guðs ríki erfa. Hvar sem syndin er. Og hugmyndans er svo sama á hugmynd Jakobs, sem skrifa Jakobsbréfið í Biblíunni. Trúin án verka er dauð. Þannig að þú segist trúa því að Guð sé góður, en lifir samkvæmt því. Lifir eins og það sé raunveruleikinn í þínu lífi að þú trúir því. Þú segist trúa því að Guð sé alvitur, en neitar þú að breyta lífið þínu í samræmi við það sem hann hefur sagt. Við segjumst trúa að Guð vilji okkur gott, en stígur þú út á vatnið og treystir því raunverulega. Vandamálið er ekki bara fyrir þá sem hafa dríkt þessar 9 syndir, heldur fyrir alla þá sem lifa í og fyrir synd yfir höfuð. Og fyrir þá sem sofa hjá fyrir utan hjónaband, trúir þú því að skaparinn viti betur heldur en þú hvernig á að nota kynlíf. Fyrir þá sem eru nískir, trúir þú að alvitur Guð viti betur hvernig peningarnir þínir gefa þér hamingju heldur en þú. Fyrir þá sem leitast í vímu, trúir þú því að Guð sé nóg. Og hann viti betur en þú. Og fólk hefur spurt, ef Guð þekkir hjarta mitt, af hverju þarf hann að sjá trú mína í verki til þess að vita að ég trúi. Og vandamálið þar er að trúin og verk eru samtengt. Þetta er eins og að segja, ef ég segist elska konuna mína, af hverju er mér alltaf að biðja að ég sýni það? Út af því að ást kemur út í verki. Ef ég elska konuna mína, þá ætti það að sýnast á því hvernig ég haga mér gagnvart henni og hvernig ég tala við henni og annað eins. Og án verka þá er ástin dauð, en án verka er líka trúin dauð. Og vandamálið okkar er það sama. Við erum synduga manneskjur að reyna að nálgast heilagan og fullkominn Guð. Til þess að fatta góðu fréttinar, það er að segja fagnaðarerindið. Það að okkur hefur verið frelsað og varveitt, þá þurfum við fyrst að átta okkur á þær slæmu fréttir í hvaða ástandi við erum nú þegar. Þannig að þú stendur í dag, á meðan ég ætla bara að loka þessu núna, þú stendur í dag frammi fyrir vali og það er, mun synd þín vera auðkennið þitt eða mun Kristur vera auðkennið þitt? Mun trú þín vera á það sem vera á að þú vitir best hvar hamingja þín liggur, eða mun trú þín liggja að skapariðin veit betur heldur en þú? Og Páll, hann minnir þá á ekki bara hverjir þeir voru, heldur nú hverjir þeir eru. Og það sem við lesum í versi 11 er þetta: og þetta voru þér sumir ykkar, en þér létu laugast, þér eru heilagir, þér eru réttlætir fyrir nafn Drottins Jesú Krist og fyrir anda vors Guðs.
Og hér í dag standi frammi fyrir þér spurning og mér, mun synd þín vera það sem þú varst eða vera það sem þú ert? Og ekki það að þú lifir eitthvað fullkomnu lífi eftir að þú gerist kristinn. Og þegar við vitum öll að við erum búin að vera kristinn í einhver tíma, þá klúðrum við mjög oft. En mun synd mín vera það sem ég lifi fyrir, eða mun ég ákveða að snúa mig til Krist? Og þegar ég veit að hann er betur og ég veit að þar liggur mín raunverulega hamingju og mín raunverulega gleði. Og núna þá förum við í brauðsfráhninguna, þar sem að við minnumst þess að við blóðugum kross og við brotin líkama Krists, þá erum við endur skilgreind í rauninni. Að hver við vorum var ekki lengur það sem sagði til hver við skildum verða. Og skuldin okkar var greidd og við stóðum ekki lengur undir réttlátum dóm Guðs, heldur nú undir miskunn hans, sem hans synir og hans dætur. Og brauðsbrotningin er fyrir kristna sem lifa í trú. Þannig að eins og Jakobsbréfið segir, trúin er dauð án verka. Brauðsbrotningin það er rauninni við að segja að þetta er von mín og gleði mín og hamingja, þetta er miðpunktur alls sem ég er. Og út af þessu lifi ég fyrir hans stýr. Og ef þú ert hér í dag og þú kannski labbaðir inn og þú ert ekki kristinn, þá er þið velkomin að gerast kristinn og taka fyrstu brauðsbrotningar með okkur í dag. En ef þú ert ekki kristinn og ætlar ekki að gerast kristinn, þá bið ég ekki taka þátt með okkur í brauðsbrotninginu. En það sem þú átt að gera í rauninni við að gerast kristinn er að segja: mitt líf er ekki mitt eigið. Að ég legg það niður. Jesús Kristur er minn drottinn og hann er minn frelsari. Þegar ég stend fram fyrir Guð, þá er það ekki: sjáðu Guð allt það góða sem ég gerði fyrir þig. Sjáðu hvað ég er réttlátur og hvað ég er heilagur í mínu eigin verkum. Heldur áttum við okkur á því að ef ég er ekki klæddur Kristi, þá er ég óhreinn. Þá er ég óréttlátur. Þá er ég undir dóm Guðs frekar en miskunn hans. Og ef þú ert kristinn og ert ekki að iðrast, þá biðjum við að iðrast hér í dag og snúa til Krist. Slepptu syndinu og treystu Guði. Við skulum biðja. Faðir, við þökkum þér fyrir þennan dag. Við þökkum þér fyrir orð þitt sem líf, sem gefur okkur líf, sem umbreytir hugsun okkar og hjarta. Ég bið Drottinn að þegar erfiðir textar koma og þegar jafnvel við erum ósammála því sem er sagt, Drottinn, megum við skoða hjörtu okkar og augu okkar, megum við, Drottinn, vera samfélag sem er ekki að rífast innra með sér. Megum við vera samfélag sem hugsar öðruvísi, sem elskar öðruvísi, sem að getur ekki einungis elska þá sem að elska okkur, heldur megum við vera samfélag sem elskar þá sem að jafnvel hata okkur. Hversu auðvelt það er að tala að elska ofin okkar, en hjálpaðu okkur og gefa okkur styrk til þess að raunverulega elska ofin okkar. Hjálpaðu okkur í synd okkar, það sem við erum að glíma við. Þú þekkir hugafar okkar, þú þekkir hvað synd við erum að díla við. Viltu gefa okkur kraft þessa viku til þess að iðrast, til þess að snúa okkur frá synd okkar og til þín. Drottinn, ég bið að umbreyta hugsun okkar, ég bið að hjálpa okkur, gefa okkur kærleika, gefa okkur umbyrðalindi og langlindi, gefa okkur það að við megum elska eins og þú hefur elskað okkur og fyrirgefa eins og þú hefur fyrirgefið okkur. Megum við, Drottinn, leitast eftir því að gera þig dýrlegan með okkar lífum og megum við sem kirkja ekki vera þér til skammar. Megum við sem kirkja taka orð þitt alvarlega, að reyna að segja: þú ert okkar Drottinn og þú ert okkar Herra. Þú ert sá sem segir hverju við trúum og þú ert sá sem segir hvert við förum. Megum við kirkjan þín vera þér dýrðar, til dýrðar, Drottinn, og megi þú styrkja kirkju þína á Íslandi. Á tímum þar sem að margar kirkjur eru að ströggla og jafnvel pæli að loka og hætta, Drottinn, megi þú styrkja þína kirkju til þess að standa upp og predika fagnaðarerindið, og megi þú hjálpa okkar kirkju að byrja fleiri kirkjur, ekki út af því að við erum að rífast innra með okkur, heldur einmitt út af því að við elskum hvort annað svo mikið. Það særir okkur að sjá fleiri fara, Drottinn, en á sama tíma megum við gleðjast yfir því að þú ert að nota okkar kirkju til þess að byrja fleiri kirkjur. Við þökkum þér, Faðir, fyrir miskunn þín og náð og fyrir trúfest þína í Jesú nafni. Amen.